yndislega nafnið og það einn Jesús sem við erum að syngja. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now relieved in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. That name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. That name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. That name of Jesus. What a wonderful name it is. That name of Jesus. Death could not hold you, veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. That name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above
við syngjum öldurnar og hvernig við felum Drottni í líf okkar. Amen, Jesus. Fel mig nú, Faðir, með þér. Halleluja. Fel mig nú í faðmi þér. Vernda mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið svo stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Í þér hvíld og Kristur minn. Traust á þig, nú leysir kraftinn þig. Þegar hafið svo stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þegar hafið svo stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Í þér hvíld, syngjum það saman, seinna erindi. Í þér Hvíld, syngjum það saman. Og Kristur minn, traust á þig. traust á þig. Nú leysir kraftinn þig. Þegar hafið svo stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þegar hafið svo stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Halleluja. Ó, takk, Jesus. Drag mig nær þér, Guð. Ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært
syngjum þetta einu sinni enn saman. Syngjum þetta og leifum Drottni að heyra það að hann okkur allt. Að það ekkert annað sem að truflar okkur. Það ekkert annað sem að nær tökum á okkur nema Drottinn Jesús Kristur. Því að hann okkur allt. Án hans væru við ekki neitt. Halleluja. Ó Jesús. Halleluja. Þú mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú mér ó vertu nærri mér. Syngjum þetta einu sinni enn. Þú Jesus. Þjóðin okkar í þínar hendur, landið okkar í þínar hendur. Faðir, ég biðji fyrir þessari ríkisstjórnarmyndun sem í gangi núna, Drottinn, og við biðjum Drottinn að ríkið þitt komi, vilji þinn verði, og við biðjum Drottinn að þú frelsir okkur frá illu, Faðir Guð. Það bæn mín, Faðir Guð, að andi þinn megi koma yfir landið okkar, ríkið þitt megi koma, Faðir, og það bæn mín að það megi, Drottinn, verða hróp úr hjörtum hinna kristnu vernd fyrir landið okkar í Jesú blessaða góða nafni, ó Guð. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn. Amen. 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 Takk, Jesús. Já, eru börnin að fara niður? Halleluja. Mér langar aðeins að byrja að segja ykkur aðeins frá starfinu í Kenía, þar sem við vorum. Vegna þess að stundum upplifum við það að það eiga allir að vita allt en það veit engin neitt. Nema fá að vita. Nema fá að vita það. Og ég hef allavega tekið eftir því að þó það sé auglýst á samkomu, kannski 2, 3, að þá hringi fólk á eftir og segja, heyrðu, hvenær aftur þetta? Og það svo oft þannig að það aldrei oft sagt, en við erum búin að fara til Kenía í það bil 12 ár. Ég fór fyrst 2007 og þarna biblíuskóli sem að aðalega ætlaður fólki sem í leiðtogastöðum, pastorum og öðrum sem í þjónustu fyrir Guð. Og já, það má bara leyfa myndunum að rúlla á meðan. Og hérna biblíuskólinn, það eru 3 bekkir, þarna nýtt gestahús
og sem við fáum að vera í kannski næst, þetta ekki alveg búið. Og þarna, já, leiður sér bara rúlla, þarna eru nokkru nemendur, við erum að byrja þarna kennslustund og þarna sem sagt önnur kennslustofan eða kirkjan og þarna var, já, þarna gatan fyrir utan skólasvæðið og þarna sjáum við þarna, þetta svo fallegt þarna, þetta eins og, ég kalla þetta Eden, þarna sjáum við kirkjuna svona neðan frá séð og aðeins áfram og þið sjáu hvað þetta ægilega vel hugsað þetta og fallegt, það eins og Guð sé þarna á gangi á kvöldin en þarna reynda Dísa líka og þið sjáuð að, já, bara halda áfram og Dísa aftur, við sjáum ekki Guð en hann þarna yfir þessu svæði og þarna stoppað, við erum að sjá þarna íbúðir, það íbúðir bæði fyrir karla og konur, það þetta hafa 100 manns á svæðinu og það matsalur þarna, rúlað áfram og við notum matsalinn, já, aðeins bakkað aðeins, sjáðu hvað þetta yndislega fallegt og þarna svona, já, bara dyrnar inn í aldinn garðinn og ég veit ekki hvort þetta engilli sem gætir hans en áfram og já þið sjáuð þarna, þarna sjáum við annað sjónarhorn og áfram og þarna koma þeir og spila fótbolta, það eftir lofgjörðarstund í eftirmiðdaginn þá alltaf svona farið út og hreyft sig í einn klukkutíma eða svo og þarna fórum við í frí á laugardegi og það hvíldardagur fyrir suma. Þarna fórum út í ægilega fallega eyju. Þarna þetta pastor Jósafat, tók mynd af honum þarna og þarna Dísa með 2 yngis meyjum, þetta eru frímínúturnar. Þarna erum við komin að loka kvöldinu, þetta var dinner, þarna svona hátíðar matur og það var á föstudagskvöldinu og flettu áfram. Þetta matsalurinn og þarna var mjög bara yndisleg máltíð, síðasta kvöldmáltíðin og þarna, núna þarftu eiginlega að ýta á, við skulum fá smá vídeó. Þetta síðasti laugardagurinn og það freka fátt í salnum en hann átti eftir að fyllast, það varð alveg tróðfullt. Þetta útskriftar samkoman. Það voru 200 manns sem mættu en þarna ekki nema kannski 60-70 manns. Þeir mæta svolítið seint. Veit ekki hvort þeir eru íslenskir að hluta. Og þarna fórum við aftur í ferð og þetta líka vídeó og þarna Dísa að gefa vini sínum. Þarna Donna og Póli og ég tók myndina og ég sýn ekki myndina mér þarna því ég var hræddur við dýrin. Já, en þá þetta eiginlega komið, ég ætla að segja ykkur samt aðeins meira frá skólanum að þú getur farið, þetta eru 2 mánuðir og það 1., 2. og 3. stig og nú vorum við að kenna bæði 1. og 2. stig í haust og það voru 25 manns sem voru og í febrúar, massa þá verður kennt 2. og 3. og það hvað ætlum við séum þarna, það eru 10-15 starfsmenn við skólan, það voru núna 6 eða 8 kennarar og við vorum einu gestakennararnir og það kennt sem sagt 4 klukkustundir á morgnana, það 70 mínútur hver kennslustund og menn sita bara alveg með öndin í hálsinum allan tíman og hlusta
og svo eru stundum verkefni og ýmislegt. Síðan farið í mat og síðan 1,5 klukkutími lofgjörð í eftirmiddaginn og bæn. Það lofgjörð og bæn og kröftug bæn. Og síðan farið í fótbolta og síðan fá þau 2 tíma á kvöldin til að læra. Og þarna eru líka 2 ungir menn og ég veit ekki hvort þeir komuð þarna fram á einni myndinni, veit ekki hvort það datt út, það var mynd þarna á lofgjörðabandinu upp á palli, þeir sjást báðir þar. En þeir voru á fyrsta skólanum sem ég kom á, þá voru þeir nemendur, síðan eru þeir orðnir kennarar og þeir eru orðnir forstöðumenn og við keyptum handa þeim land, hjálpuðum þeim að byggja hús og kirkjuhús og þeir byrjuðu þarna kirkju fyrir 4 árum, svo kirkja orðin 40 manns, síðan byrjuðu þeir fyrir 1,5 ári aðra kirkju út frá þessari kirkju, svo kirkja orðin 35 manns og hún í svona hverfi þar sem mikil umferð og ég var að tala við hann, Nixon heitir pastorinn þar og hann sagði mér að það eru 35 manns, 25 börn og þeir eru inn í hverfið þarna sem það umferðagata, þannig að það sem hann gerir að þau í kirkjunni frá 10 til 4 á daginn, hann og konan hans og þau hafa alltaf samkomu í hádeginu, 1,5 tíma lofgjörð og predikun og þá kemur bara fólk inn af götunni og þannig hefur þessi kirkja byrjað að vaxa þarna og hann sagði að þarna mikið, það vændið þarna í gangi, þetta hverfið stutt frá hraðbrautinu og þarna stoppa vöruflutningabílar og þarna eru hótel og skemmtistaðir, næturklúbbar og hann sagði að það eru nokkrar vændiskonur, þær koma á samkomur og þær koma stundum á næturnar, þegar bænanóttin langt gengin, þarna biðja þau frá 8 á föstudagskvöldi til 5 að morgni og þá koma þær stundum inn og gráta og þetta eru giftarkonur og þetta neyðin sem rekur þær út í þetta. Mennirnir eru kannski drykkjumenn, vinna ekki fyrir heimilinu og þetta bara neyð sem rekur þessar konur út í þetta. Og ég var að hugsa og sagði við hann að kirkjan þyrfti eiginlega að vera líka fyrirtæki, á einhvern nátt kannski væri hægt að setja upp kaffihús og gefa þessum konum vinnum, kannski gætum við sponsorað 1 eða 2 komið í gang prógrammi til að gefa konum von sem vilja hætta og af því að þessar konur, þær eru ekki að koma þarna nema það trú í hjörtum þeirra. Amen. Og það ekki nóg bara alltaf að dæma fólk og segja þetta á ekki að gera. Við þurfum að hjálpa þeim út úr þessum lifnaði og setja fæturnar undir þær og þannig að ég vil biðja fyrir því hvað við getum gert þarna líka. Þessi kirkja greiðir þessum forstöðumönnum launa hluta, hefur gert í held ég 6-7 ár, $150 á mánuði og það kannski ekki alveg nóg til að lifa af en þeir vinna líka með og eða allavega annar þeirra og síðan kemur eitthvað inn í fórnum þarna en þannig að það má segja að þetta starf sem við höfum verið með frá upphafi, alveg frá upphafi. Og þannig að þetta mjög tengt okkur þessar kirkjur og ég finn mig knúinn til þess að standa áfram á bakvið þá og ég veit að Snorri hefur sömu skoðun og sjá þetta starf vegna þess að þetta starf þarna það gæti sprungið út. Fólk mjög opið en líka að þeir vinna baki brotnu. Á hverjum degi samkoma og það trúboð og fyrir utan það þeir fara og þeir fara líka í trúboð og hafa samkomu herferðir. Þannig að þetta
Afríku starfið okkar og þeir báðu kveðju til kirkjunar hér og þeir eru afskaplega þakklátir fyrir styrkin og uppörfunina sem að þeir fá. Þannig að þetta svona í stórum dráttum þar sem að við höfum verið að gera þarna nú. Skólinn rekinn af hjónum og algjörlega rekinn í trú og þau komu frá Bandaríkjunum, búin að vera hérna 25 ár, búin að byggja upp þetta svæði allt í trú. Allar þessar byggingar og þetta svona álíka svæði og Kirkjulækjarkot. Ægilega fallegt eins og þið sáuð. Og dóttir þeirra sem að fæddist í Kenía, hún komin aftur með mannin sinn og þau eru byrjuð hjálparstarf líka. Hann að verða einhver stærsti kartöfluframleiðandi í Kenía, með alveg fleiri 100 eða 1000 ekrur lands og hann búinn að setja niður 4 vassveitur fyrir svæði og hann sagði mér það að Obama hefði sendt honum boð og vildi fá að tala við hann, eiga fund með honum í Bandaríkjunum á næsta ári. Eins og þið viti kannski Obama frá Kenía. Þannig að hann orðinn þekktur bara núna eftir 2-3 ár í Kenía, tengdasonur Pauls og Donnu. Þannig að þetta ægilega mikið starf sem þarna í gangi og það bara yndislegt að fá að taka þátt í því. Amen. Og síðan starfið okkar í Pakistan eins og ég sagði áðan að mér svo bara frábært ef við náum þessu marki helst fyrir áramót að leysa þessar fjölskyldur bara út í Jesú nafni. Og það hjarta Jesú Krists. Það hjarta Jesú Krists að taka utan hina sundurkrömdu. Þá sem í neyð og þá sem eru minna mega sín. Og það bara svo, það svo merkilegt á sama tíma og við erum svo blessuð við getum farið út að borða, við höfum allt til alls og að þá fólk sem í raun og veru í trúsískin okkar sem í neyð, sem jafnvel barinn, sem upplifa, jafnvel að þurfa að velja á milli þess að hafna Jesú eða vera hálshöggvin. Og það að gerast í Nígeríu á þessum tíma. Að fólk sem sagt bara stráfellt. Þannig að við sem kirkja, hvort sem við erum fá eða mörg, ég trúi því að við þurfum að vera vakandi og biðjandi fyrir því sem hjarta Guðs á hverjum tíma. Það snýst ekki bara það að við fáum áhorfendur til að hlusta á okkur, við þurfum að vera vakandi og biðjandi og biðja út hjarta Jesú Krists. Vegna þess að hann Guð og hans orð verður ekki fjötrað, sagði Páll. Og Páll sagði, og þetta fyrsta versið sem Guð gaf mér þetta vers og ég vissi ekki hvað ég átti að gera við það, en kannski geri Guð eitthvað við það. Það segir í Tímóteusarbréfinu, öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla og 9. vers, að þó að ég líði illt, þá verður Guðs orð ekki fjötrað. Og það einmitt það að þó svo að fólk sé ofsótt allan heim, þá Guð samt að starfa. Og hann starfar í gegnum sína kirkju. Og oft á tíðum að þá höfum við svo bara ranga mynd af Guðs kirkju, af því hvað Guð að gera. Jesús Kristur, hann fór afsíðis með 10 menn að tala við þá og að þjálfa þá og vera með þeim. En sjáðu til, okkar kristindómur snýst stundum það að hver mestur. Og það var líka eiginlega hjá lærisveinunum hver mestur, hver nær mestum árangri. Það snýst ekki að ná mestum árangri, það snýst að hlýða honum sem hefur kallað okkur og gera það sem heilagur andi segir okkur á hverjum tíma þó við sjáum engan árangur. Vegna þess að ef við hlýðum Guði að þá erum við í hans vilja.
og ég trúi því að Guð, hann hefur kallað okkur til að vera bænahús. Reyndar tók ég mynd, ég glemdi að setja hana inn, af það er ekki hérna inni, að það er stór yfir allan, já það er svona svipað, nema bara stærra, þá stendur hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir. Og við lifum á mjög róstursömmum tímum. Fyrir svona 20 árum þá sagði spámaður einn, hann sagði everything that can be shaken will be shaken. Og ég man hvað þetta orð kom út með miklum krafti og ég man að það snerti mig svo mikið og hann predikaði þetta í 2-3 ár eða ef ekki meira, hann Morrell, að allt sem að hrist getur verið skekið mun verða skekið og við erum að sjá þetta gerast núna fyrir augunum á okkur. Það skelfur allt og hristist og enginn veit hvað er rétt virðist vera og hvað er rangt. Enginn veit, er þessi að segja sannleikann, er þessi að ljúga, get ég treyst þessum eða get ég treyst þessum. Fólk er alveg í lausu lofti með allt. Það er bara einn sem við getum treyst. Það er bara einn og það er okkar Jehóva Guð og það er orðið hans. Það er eini fasti punkturinn sem við höfum núna á þessum dögum. Og orð hans, það verður ekki fjötrað. Hann situr ennþá í sínu hásæti. Hann situr ennþá, segir í Sálmunum, og fylgist með mönnunum og með mannanna börnum. Hann veit hvað er að gerast, hann veit hvað mun gerast, hann er ekki taugaveiklaður þó að þú sér taugaveiklaður og hann sem sagt kemur ekki inn í þína taugaveiklun með þér, nei, hann kallar á þig inn í sinn faðm til þess að þú finnir hans frið. Þú getur ekki komið honum í uppnám. Hann er friður og verður friður. Og það er alveg sama hvað gerist, hann veit og hefur allt í hendi sér. Og hann hefur alltaf haft það. Og í Jesaja 46, 9-11, þá segir hann, ég kunngjörði endalokin frá upphafi. Mátt setja aftur vers 9, eða 10. Minnist þess sem, ég kunngjörði endalokin frá öndverðu, sagði fyrirfram það sem eigi var enn komið og ég segja ákvörðun mín stendur og ég geri allt sem mér þóknast. Og reyniði bara að stoppa Guðs orð. Menn hafa reynt það og að reyna að kæfa það, en orð Guðs verður bara alls ekki fjötrað. Það er sama hvað hver segir, orð Guðs verður ekki fjötrað, það halda því engin bönd. Biblían segir að það smýgur inn í innstu fylgsni anda, sálar, liðamóta og mergjar og það er vel til þess fallið að dæma hugsanir og hugrenningar hjartans. Og það dæmir vantrúna í þínu hjarta, vantrúna í mínu hjarta og það kemur með trú og nýjan kraft í staðinn. Halleluja. Orð Guðs verður aldrei fjötrað af því að hann er Guð. Hann kunngjörði endalokin í upphafi. Hann veit hvað er að gerast í þessum heimi. Halleluja. Og hann er sterkari heldur en COVID. Hans nafn er æðra COVID. Hans nafn er sterkara hverju bóluefni. Drottinn Jesús Kristus sá sem ég predika, hann er drottinn yfir sér hverju öðru nafni sem nefnt er. Hann er alfa, hann er omega, hann er upphafið, hann er endirinn. Halleluja. Halleluja. Og Biblían segir að eins og hann fór til himins, eins mun hann koma aftur til jarðar. Biblían segir líka að sá sem stöðugur stendur allt til enda, hann mun hólpinn verða.
Og við erum kölluð til að standa stöðug núna, systkini, ekki í okkar krafti, heldur í hans krafti. Og mér sama þó að ég sé veikur vegna þess að ég veit að hann sterkur. Og ég oft niðri í tilfinningunum mínum, en þá svo gott að koma til hans af því að þar ankeri sálar minnar. Þar fasti pósturinn, þar friðurinn sem ég get bundið skip mitt við. Halleluja. Það enginn eins og hann. Það enginn eins og hann og orð hans verður ekki fjötrað. Það lifandi. Takið eftir, það lifandi. Það lifandi og kröftugt. Það lifandi orðið hans. Það lifandi. Í Opinberunarbókinni 19:15 segir að orðið hans sverð sem gengur út af munni hans. Það sverð sem gengur út af munni hans og mun ganga út af munni hans á hinum efsta degi. Opinberunarbókin 19:15. Halleluja. Það þegar við sjáum Jesú koma á skýjum himinsins og Biblían hún lýsir því svo að hann muni koma á hvítum hesti, að það segir hér, þá sá ég himinin opinn, sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat, heiti trúr og sannur, hann dæmir og best með réttvísi. Augu hans eru sem eldslogi og á höfði hans eru mörg ennistjást. Og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann skrýtur skikkjublóði drifinni, nafn hans orðið Guðs. Orðið Guðs sem verður ekki fjötrað. Hver ætlar að stoppa þennan þegar hans tími kemur? Hver haldið að geti stoppa hans? Sameinuðu þjóðirnar? Erdogan? Þessi í Kína? Hann verður ekki stoppaður. Það eru þeir sem munu beygja sig og það eru mennirnir sem Biblían talar að muni hrópa á fjöllin, hrynnið yfir okkur og felið okkur fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr. Það eru mennirnir, það eru Kínverjarnir. Það hann sem mun hafa síðasta orðið. Hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Halleluja. Það erum við, brúður hans. Takk Jesús. Af munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með. Af munni hans gengur út biturt sverð. Það orðið hans. Það orðið hans sem kemur núna einu sinni enn. Við endi veraldar. Við endi tímana þá kemur orðið hans enn einu sinni. Og nú kemur það ekki lengur sem blíður, hljómur, mildrar, þagnar. Nei, nú kemur það sem sverð. Það kemur sem sverð. Og nú verða allir að hlýða, nú verða allir að beygja sig. Þannig að orðið hans sverð. En þetta sama orð segir í Sálmi 119:50, það lætur mig lífi halda. Þetta sama orð lætur mig lífi halda. Sálmur 119, vers 50. Orð hans lætur mig lífi halda. Þetta sama orð í orðskviðunum 24, 20 til 22, þar sem segir, son minn, gef gaum að ræðu minni, hneig eyra þitt á orðum mínum, lát þau víkja frá augum þínum, þau eru líf þeirra öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra, fyrir allan líkama þeirra. Amen. Og við þurfum systkini sem kirkja að ná taki á þessu orði sem okkur gefið. Við getum ekki látið að bara liggja til hliðar. Það lækning fyrir allan líkama okkar. Við þurfum að byrja að gráta, við þurfum að byrja að biðja, við þurfum að knýja á og segja Drottinn, við viljum orðið þitt, við viljum orðið þitt, við viljum orðið þitt, við viljum ásjónu þína á meðal okkar. Í Jesaja 55:11 segir að hann framkvæmir það sem honum vel líkar. Orðið hverfur ekki aftur við svo búið fyrir en það hefur gjört það sem honum vel líkar. Orð Guðs gengur út, svo gengur það til hans aftur, en í millitíðinni þá gerir það sem honum vel líkar. Það framkvæmir það sem það segir. Í Jeremíu 1:12 segir að
Guð á himnum, hann vakir yfir þessu orði til þess að framkvæma það. Það er orð hans sem hann vakir yfir fyrst og fremst. Hann gengur ekki á bak orða sinna, hann vakir yfir orðinu til þess að framkvæma það. Þannig að þegar við áköllum hann og þegar við lyftum upp orðinu til hans, þá er einhver sem er vakandi þarna uppi, hann sefur ekki, hann blundar ekki, hann vakir að eilífu og hann lítur niður til jarðar og hann segir, hér er orðið mitt, já, ég læt það rætast, ég uppfylli orðið mitt, þetta er mín orð, ég stend við mín orð. Hann vakir yfir því. Halleluja. Hebreabréfið 11:3 segir okkur að heimarnir eru orðnir til fyrir orðið hans. Heimarnir eru orðnir til fyrir orðið hans. Matteus 24:35 segir okkur að himinn og jörð munu líða undir lok. Allt þetta sem við erum að sjá, allt þetta sem hreyfist í kringum okkur, það mun líða undir lok. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Sjáðu til, þegar himinin og jörðin er farin, þá er eitthvað eftir sem heitir orð Guðs. Þá er eitthvað eftir sem heitir orð Guðs. Og þetta orð mun gefa okkur nýjan himin og nýja jörð. Þegar allt þetta er farið. Þegar allt þetta er farið, þá mun koma nýr himin og ný jörð. Halleluja. Uppverðu því hver annan með þessum orðum, segir ritningin. Það sama hvað gengur á í kringum okkur, orð Guðs verður ekki fjötrað. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami. Halleluja. Hann er í gær og í dag hinn sami. Hann er í gær og í dag hinn sami. Orðið er uppsprettan og þó svo að öll stöðuvött tæmist, að þá er ennþá til uppspretta. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei að eilífu líða undir lok. Mér finnst þetta svo frábært, að jafnvel þó himinin, jörðin, og ég var að horfa á myndir daginn út í Afríku himinhvolfin sem eru teknar af gervitungli, og það er svo stórkostlegt að sjá hversu stór himingeimurinn er, stjörnubrautirnar, og sjá síðan hversu lítil jörðin er í himingeimnum. Og þegar við horfum á þetta og sjáum hversu stór og mikill okkar Guð er, það er enginn eins og hann. Það er enginn eins og hann. Og þetta getur ekki orðið til fyrir tilviljun. Það eru bara kjánar sem segja það. Biblían segir, heimskingin segir engin Guð. Það eru kjánar sem halda það að svona bók verði til fyrir tilviljun, eða svona verði til fyrir tilviljun. Það verður engin af þessum hlutur verður til fyrir tilviljun. Þetta er hannað og þetta er smíðað og síðan notum við það, og það er eins með himinhvolfin, þau urðu ekki til fyrir tilviljun, það var hönnuður, það var skapari sem skapaði það allt saman, og orð hans verður aldrei að eilífu fjötrað. Hann er Guð, hann er minn Guð og hann er þinn Guð. Halleluja. Amen. Og það merkilega við þetta orð og þennan boðskap er að hann segir í Jesaja 51:16, hann segir í Rómverjabréfinu 10:8, ég segja fyrst, ég hef lagt orð mín í munn þér, ég hef skylt þér undir skugga handa minnar. Þú séð ykkur. Jesaja 51:16, ég hef lagt orð mín í munn þér, ég hef skylt þér undir skugga handa minnar. Ég sem gróðursetti himinin og lagði grundvöllin að jörðinni, segi við Síón, þú ert minn lýður. Og hann segir það líka við okkur í dag. Í Rómverjabréfinu 10. kafla á 8. versi segir hann að þetta orð sé nálagt okkur, það sé í munni, það er í munni þínum, það er í hjarta þínu. Það er í munni þínum, það er í hjarta þínu. Þú sagði, orðið hans Guðs, það er í munni þínum og það er í hjarta þínu. Það er í hjarta þínu. Þessi mikli voldugi, heilagi, góði, drottinn og Guð, orðið hans er í hjarta
þínu og hjarta mínu. Síðan það að í öðru Tímóteusarbréfi þá gengur út þessi viðvörun í 15. versinu að við þurfum að fara rétt með orði Guðs. Það gefið okkur og við þurfum að fara rétt með það. Og við þekkjum söguna af því þegar að Jesús Kristur, hann svaraði Satan. Sjáðu til, Satan tók sér orð Guðs í munn og hann reyndi að snúa Guðs orði og ætlaði að fá Jesúm Krist til þess að reynda að afvegaleiða hann reynda að freista hans með orði Guðs. Með orði Guðs. Og þess vegna það að ritningin segir okkur að við þurfum að þekkja orðið. Ekki eins og farísearnir að vita hvar allt stendur, heldur þekkja höfund orðsins og þekkja líka orðið. Þekkja ritningarna, það gott, en að þekkja höfund orðsins, þekkja andan í orðinu og ekki fara rangt með orð Guðs, við höfum að fara rétt með það og við höfum að halda fast í það. Það var maður sem hét Watchman Nee, var mörg ár í fangelsi í Kína og ég elska bækurnar hans. Hann skrifaði heila bók þjónustu orðsins og hann sagði, það ekkert verk Guðs án orðs Guðs. Þegar orð Guðs predikað, þegar orð Guðs kennt, þá byrjar verk Guðs, þá fer verk Guðs af stað. Og það bara fyrir orð Guðs að við erum að hjálpa fólki í Afríku, það bara fyrir orð Guðs að við erum að hjálpa fólki í Pakistan. Það orð Guðs sem setur verkið af stað. Svo að þrátt fyrir að við líðum illt, eins og Páll segir, hann segir að í upphafi þessa vers, orð Guðs verður ekki fjötrað, hann segir að þó að ég líði illt, þá verður orð Guðs ekki fjötrað og þrátt fyrir það að við séum að ganga í gegnum erfiða tíma hérna á jörðinni, hérna á Íslandi og við vitum ekki í hvort fótum við eigum að stíga, að þá hefur ráðsáluktun Guðs ekki breyst og menn munu ekki fjötra orð Guðs. Og við höfum haft hérna eitt svona orðaleiðarljósi á bænastundunum okkar og það í 2. Samúelsbók 23:10 og það kom til mín þegar ég var að hugsa þessa ritningarstaði að þetta orð getur líka verið fyrir endatímana. Að hann Elesar Dódósson, þegar hann var að berjast við Filisteana og herinn sem hann var í, hann hafði allur hörfað. Að þá stóð hann bara einn eftir og hann hélt bara fastar og fastar sverðið eða í orðið, vegna þess að orðið, við erum búin að segja hér að orðið sverð. Hann hélt fast orð Guðs og eftir því sem hann var þreyttari, þá hélt hann fastar orð Guðs. Og það það sem við þurfum að gera, systkini, því meira sem við verðum hræddari, kvíðafullari, því meira sem okkur finnst allt vera ómögulegt, þá ekki tími til að slaka á, þá tími til að halda fastar utan sverðið, halda fastar í orðið, biðja meira, gráta meira, ákalla nafn Drottins ennþá meira. Og sjáðu til að ef þetta líking upp á endatímana, hvernig stendur á því að herinn allur á undanhaldi, herinn að hörfa. Ég var að hlusta á spámann núna þegar ég var úti í Kenya, heitir Kent Christmas, hlustaði á predikun með honum, það að segja hann bara predikaði viðstöðulaust og hann var að segja að Walmart með opinn allan sólarhringinn og fólk svona hlófið og hann sagði, mér fúlasta alvara, efnishyggju andinn að störfum allan sólarhringinn. Það var svo tíðin að við komum saman 4-5 sinnum í viku í kirkjunni, en núna það ekki hægt af því að það annar andi sem stjórnar líf okkar, við erum svo upptekin.
Við erum svo upptekin að sinna og fæða efnishyggju andanum. Walmart er opinn 24 tíma á dag en kirkja Jesú Krist kannski 2 tíma í viku. Þarf ekki eitthvað að breytast? Þurfi ekki hlutföllin að breytast? Þurfum við ekki að taka til hendinni og byrja að ákalla nafnið hans dag og nótt? Dag og nótt. Dag og nótt. Kirkja Jesú Krist, hún þarf að vakna. Hún þarf að vakna. Og hún þarf að taka föstum höndum sverðið. Og ef ég skrifa hérna, ef þú heldur fast í orðið, þá mun orðið einnig halda í þig. Og ég ætla að minna ykkur á sögu sem að ég hef sagt hérna kannski 3-4 sinnum á minni tíð hér, en hún gerist á árunum sennilega 1940 eitthvað, að þá voru menn þá var mikið af svona loftskipum, hún gerist í Bandaríkjunum, og það voru nokkur loftskip sem voru fyrir sjálfsagt túrista eða í skemmtiferðir, loftbelgir með svona körfu, og það var verið að undirbúa ferð, og það voru 200 mann sem að héldu í körfuna og voru að búa sig undir að fara borð. Nema þá kemur allt í einu vindhviða og skipið það byrjar að fara af stað upp. Margir sleppa strax, sumir halda í af skyldurækni, og síðan byrjar skipið að fara upp og fólk sér að fólk byrjar að detta, falla niður. Og það var 30-40 mann sem mistu lífið á þessum degi. En svo þeir sem fylgjast með skipinu, þeir sjá að það er einn sem hangir þarna í. Og þegar skipið kemur niður á öðrum stað, 2 klukkustundum síðar, þá er það 13 ára drengur sem að hangir ennþá í einum spottanum. Og þeir spyrja hvernig í ósköpunum gastu haldið þér í þessar 2 klukkustundir. Hann segir, þegar ég sá hvað verða vildi, þá vafði ég bandinu utanum og undir mig og batt hnút. Þannig að ég hélt ekki bandið, bandið hélt mér. Og mér finnst þetta svo falleg saga. Hann hélt fyrst í bandið, en síðan síðan var það að bandið hélt honum. Og þetta er svo falleg mynd upp á það að ef við höldum í orð Guðs, þá skulum við ekki halda það að Guð sleppi okkur. Guð, hann vefur sínu orði umhverfis okkur og bindur þar góðan hnút, og hann sleppir aldrei. Hann sleppir aldrei. Hann sleppir aldrei. Og orðið hans verður aldrei fjötrað, sama hvaða kínverski ráðherra kemur, eða tyrkneskur, eða hver hann er. Þeir munu allir þurfa að beygja sig fyrir orði Guðs, og líka þessir íslensku. Líka þessir íslensku. Ég segi það bara fyrir eitt hérna í salnum. Líka þessir íslensku. Þeir skulu þurfa að beygja sig líka fyrir orði Guðs, og líka við sem kirkja, elsku systkini. Við þurfum að vakna og við þurfum að biðja og ákalla nafn Drottins Jesú yfir okkar þjóð. Og Biblían segir að hann mun koma á skýjónum, hann mun, Postulasagan 1:10, hann mun koma eins og hann fór. Englarnir sögðu, þessi Jesús, hann mun koma á sama hátt og hann fór. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum. Og þeir sögðu að þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Halleluja. Og þess vegna er það að Jesús Kristur, hann sagði okkur í Matteus 24:13, hann sagði við okkur, sá sem stöðugur stendur allt til enda, hann mun hólpinn verða. Sá sem stöðugur stendur allt til enda, hann mun hólpinn verða. Þess vegna segi ég, látum ekki villa fyrir okkur af alls konar vindum, kenningarvindum, eða þessu eða hinu, þessum aðferðum.
treystum á okkar drottin, treystum á hann, setjum allt okkar traust á hann og vitum það að orð hans verður ekki fjötrað. Það verður aldrei fjötrað. Það verður aldrei fjötrað. Það smýgur inn í innstu fylgsni, anda sálar, liðamóta og mergjar. Og það er vel til þess fallið að lækna COVID. Halleluja. Það er vel til þess fallið að lækna COVID. Það er vel til þess fallið að lækna hvaða sjúkdóm sem er. Amen. Takk Jesús fyrir að þú ert með okkur og takk Jesús að við mögum aftur biðja fyrir þjóðin okkar, ég biðji fyrir kirkjun okkar, ég biðji fyrir bæjarfélagin okkar, ég biðji svo innilega drottin að andi þinn megi koma og hrista upp í okkur öllum Faðir Guð, andi þinn megi koma á nýjan hátt eins og hann kom á hvítasunnudag, að andi þinn drottin veki upp menn og konur, að við sjáum hvað er mikilvægast í þessu lífi, að ganga með þér ó Guð, og ég biðji fyrir bæjarfélaginu mínu, ég biðji fyrir bæjarstjórninni Faðir Guð, ég bið fyrir sérhverri fjölskyldu í þessum bæ. Það er bæn mín, Faðir Guð, að andi þinn komi við Reykjanesbæ. Það er bæn mín, Faðir Guð, að þú vekir upp verkamenn í Reykjanesbæ. Það er bæn mín, Faðir Guð, og drottin minn að það sé þitt orð. Það sé þitt orð sem fær að hrista þennan stað. Og drottin minn og Guð minn, þitt orð sem fær að vekja upp menn og konur, að við sjáum að það er líf eftir þetta líf. Og Guð, það er líf eftir þetta líf og það er það sem skiptir máli. Og Guð, það er það sem skiptir máli. Það er það sem skiptir máli. Amen Jesús. Amen Jesús. Og ég ætla að enda með orðum Jesú Kristi í Lúkas 21, minnir að sé 36 eða 46, að hann segir vakið og biðjið að þér megi standast frammi fyrir mannssyninum þegar hann kemur. Við viljum ekki vera eins og meyjarnar 10 eða 5 sem voru ekki viðbúnar. Við viljum vera viðbúin þegar hann kemur. Og við gerum það með því að hafa olíu á lömpunum okkar, elsku systkini, og með því að halda hjarta okkar hreinu. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk minn Jesús. Og við skulum fá einn bara lofgjörðarsöng að lokum. Ég heldur höfum verið með hreinsa hjarta mitt og það á bara vel við. Við viljum halda hjörtum okkar hreinum á þessum tímum fyrir orði Guðs. Og ef einhver vill fyrirbæn, ef einhver er þreyttur á sínum líkama, þreyttur á sinni sál, að þá viljum við gjarnan biðja með þér í dag, sameinast í bæn.